af hverju hefur það engin áhrif á okkar samningsstöðu að við erum 85% endurnýjanlegri orku? Já, ekki einu sinni áhrif á okkar umræðu. Já. Og hvað þá áhrif á stefnuna? Og nú tölum við saman fyrir 3 mánuðum. Ertu komið með svarið við þeirri spurningu? Nei, ég hef ekki fengið það. Það er galið. Já. Það er galið að við séum einhvern veginn í þeirri stöðu að vera með hreinustu orkuna. Já, og ég var að segja, sko, stundum kallar mér að það vanti svona tengingu, sko, hjá stjórnmálamönnum, stjórnmálastéttinni við almenning. Sko, ég er ekki búin að labba hérna þjóðfélagið og spyrja 100 eða 1000 mannum þetta, en allir sem ég hitti og tala þetta mál við eða koma til mín og segja að heyrt þættin þína eða eitthvað, þeir segja, þetta er svo augljóst. Þetta er svo augljóst að við erum á einhverjum allt öðrum stað en aðrir. Við erum 85% okkar orkubúskap með endurnýjanlega orku. Þá erum við einhverjum allt öðrum stað, bæði hvað við erum að fara að gera og eins hvað það kostar okkur, sko. Það er eitt í þessu að eftir því sem að þú nærð lengra í að minnka losun, þeim mun dýrara verður það. Þetta er svo á ensku kallað low hanging fruit, sko, það er auðveldast að tína.